En maður búinn að bíða spenntur eftir að sjá Kára-liðið byrja að spila í annarri deildinni af því að þeir voru nokkru númerum á stóri fyrir þriðju deildinni fyrra. Þá til hvers? Nákvæmlega, þess vegna er ég að segja, það er hægt að gera eins og Magni Grenivík og Fjarðabyggð gerði 2015 og eitt peningum í alls konar dæmi og Guðlaugur komin í skotfæri, þetta er glæsilegt frábært mark! Fór hann í eitthvað eða þetta virtist vera mjög furðulegt? Upp úr engu! Hann snýr, skiptir svo hérna yfir á Eggert Kára. Og Andri Eggert konið í dauðafærin, frábær markvarsla hjá Mílos. Þarna held ég að hreinlega við varum að fara að komast í 2-0. Óskar, Eggert fær hérna. Hákon hirti hérna boltan á honum og Adam er komin inn fyrir hérna. Þetta er mark. Það er bara mark, jöfnuna mark. Hann er búinn að vera þeim hættulegur hérna síðustu mínútur, Adam. Stojkovic með skrítiskalla hérna, Andri Júliusson nær honum. Nei, Eggert Kári með slæma snertingu hérna og Adam stingur fram á Koric. Sindri stoppar hann og er dæmdur brotlegur. Gat ekki betur síðan að Sindri hefði skalla boltan. Ég held að Sindri hefði verið sá sem náði boltanum þarna. Ég er nú bara eiginlega sammála Sindra þarna. Býtur við. Var hann kominn með gult spjald? Nei. Hann byrjar á sínunum gult spjald og síðan rautt. Adam. Já. Vel gert hjá honum. Stór hætta og það er mark! Virkilega, Adam er á þessi tvö mörk. Koric. Skuldlaust eiginlega. Þetta er algjörlega frábær leikmaður. Fæddur 87. Já. Það byrja að grána snemma hjá honum. Og hér er mark og það er Stojkovic. Já, þetta var snyrtilegt. Mílos greip þetta. Það koma Östuringarnir, Nikola, no pláss og skiptir hérna inn á Stojkovic. Þeir eru 5 á 5. Kemur með henni á fjær. Adam með frábært mark. Kórónar stórkostlegan leik sinn hérna. Kemur hornspyrnan, ekki ætlaðir að fara að bæta við hérna. Jú. Það er Javier Ángel Chocano. Og þá er flauta til leiksloka. Ég ætla, Björn minn, að senda þig út á völl að reyna að grípa Lúðvík Gunnarsson. Og við gefum boltan yfir. Já, Lúðvík Gunnarsson kominn tíminn. Þetta var ekki kannski byrjunin á tímabilinu sem að þið voruð að vonast eftir? Nei, það er alveg rétt hjá þér. Það er ótt að fullyrða það að þetta sé ekki óska byrjun en fullt að leikjum eftir og ekki segja bara fall sér fara heill. Já, við skulum vona það, en sko ég verð nú að segja það allavega frá mínum bæjandi sem sé þá er 5-1 staðan, hún kannski segir ekki nema brota af sögunni úr þessum leik. Já, ég get alveg tekið undir það. Ég held að við náttúrulega tókum smá séns undir lokin, skiptum í einn sóknarmanni og fækkum vörninni en samt sem áður eftir það heldum við áfram að sækja og við fáum í rauninni 2 mörk í andlitið eftir fast leikadreið sem ekki þá þeirri skiptingu kannski eða þeirri breytingu að kenna. En já, ég meina við vorum heldur með boltan og við fengum kannski ekki mikið af færum en við vorum töluvert meira með boltan. Kannski leðu þurr okkur að hafa hann, ég veit það ekki. Það er ekkert óeðlilegt með stöðuna sem var. Verandi einum færri þarna í 50 mínútur, hversu miklu máli skiptu þessar 120 mínútur á þriðjudaginn í bikarnum á móti Hetti? Örugglega miklu. Ég held að það hef ekki auðveldað okkur verki að vera manni færri í dag í svona stórum hluta leiksins. Það kemur alltaf slemt að missa mann út af en þetta kemur tildulega snemma og fyllilega verðskuldað skilst mér. Þannig að ég er svekktur út í Sindra út af þessu. En þetta gerir verkið erfiðara fyrir hina og eins og þú segir, það er ekki auðvelt að hafa að spila 120 mínútur í vikunni. Takk fyrir spjallið, gangi ykkur vel í framhaldinu.